Blesser kommuníska naumhyggju pottið veitir flestir segir það nú, félagspottið sko. Vil og rauðaspjaldi klárstani Þetta allt Þetta bara eins og eitthvað svona þáttur á X-inu Gulla, rauðaspjaldin Já, herðu, þeir eru báðir nýkonur frá útlöndum Já, Ójá, við erum travelers vilt þú byrja? Króatía og Marbella á Spáni Marbella á Spáni. og hvað var það? Það var Zagreb eða ekki? Zagreb Hvernig var Zagreb? My dude, ég fílaði Zagreb mjög vel Já. og minnum bara á það að ég fíla allar borgir sem, og lönd sem voru hluti af austur-ungverska heimsveldi því Austro-Hungarian þannig og þetta er stórmerkilegt Króatía liggur við Ítalíu en þú ert að borða þýskar matana þú ert bara í einhverjum svona spetsel og osti og pulsum og svona einhverju Mikið kjöt þeir eru svona mixed grillið sko elskar mixed grill en bara þú veist ég var eitthvað svona að reyna að leita mér að fatabúð þarna ég bara hætti því eftir 20 mínútur í borginni ég sá bara annarkot lítur maður út bara eins og Króati Var þetta eitthvað svona Quicksilver billabong shit? Nei, ekki einu sinni það sko Ég sá eitt skeitar þarna og hann leit út eins og svona skeitari frá Íslandi 1996 sko Hann var bara svona í þannig hann ég bara ok en hins vegar voru svona barbershop sem hétu svona feitistan og eitthvað svona þú veist að feitið er sterkt þarna og snirting það sem, ég ætla bara að segja ykkur ferðasöguna aðeins sko Flýgat út, Neos tjekka mig inn á hótelið Vestin, 5-stjörnu hótel Ok, hljóma vel Ég veit að 5-stjörnu hótel samt sko, þú veist, það er gátlisti sko Já, ákveðat, og kannski erum við komin þarna að einhvers konar miskilningi af fólki að ég var sjálfur þarna að halda að það sé þú veist það sé eitthvað svona, þetta er geggja hótel 5 stjörnur, Þetta er alveg bara það er ekki dómur og bíómynd Nei, þetta er í raun bara sko svo þjónusta sem er í boði á hótelinu sko Þess að það sérðu til dæmis mörg gyms sem eru svona hótelum þau eru bara, það er naumhyggja þess að sagði þetta var naumhyggja podcast það er bara eitthvað svona eitt tæki sem er svona og síðan er bara eitthvað skýta hljóðbreyt og pínulítur og þá er bara check, bara líkastöðu Þið kannist kannski við líkastöðuna sem var á hótelinu mínu Hún heitir World Class bara sama logo og allt sko World Class var náttúrulega alþjóðlegt merki sem lenti í ykkur vandræðum og þeir sem voru leyfishafar enduðu bara með það í fanginu ég held að það sé einhvern veginn svoleiðis sko en þetta er bara sama logo og allt og mjög glæsilegt gym og bara eitthvað í öllu og þú veist þá bara svona sleði sem hægt var að íta hana og boxbúði og mörg herbergi og inni sundlaug og sána nýr skóli komin í sána því fólk hefur verið að deila mikið hérna sem sagt á það að þurfa að vera í sundbuxum og hangklæði í sánum World Class hefur lagt það til nú Vesturbælaun kom með þetta að sitja á hangklæði en að vera í sundbuxum líka þú veist, á meðan svona maður hugsar er þetta ekki bara annarkvort eða er þetta ekki bara að hylja þig einhvern veginn þarna sundföt stranglega bönnuð en varst að vera í hangklæði og ég spurði af hverju og ég fekk svo skýrt svar ég fekk svo ógeðslega skýrt svar að ég er að meta að þetta muni setja Ísland í uppnám þeir segja við mig í miklum hita leysa sundföt frá sér plastagnir og við viljum ekki að fólk sem er að stunda sánu sé að baða sig úr mikroplasti þetta er gott og ég hugsaði bara hér er verið að lifa í framtíðinni skýrgildi og meðan á Íslandi segja við viljum að þið séu aðfá krabbamein og meðan þeir eru í sánu af því að þið gætu sér til og það jafna sig enginn á láttu mikroplastið sogast inn í líkamann ég segi frekar mikropenis heldur en mikroplast svo fyndi með hvað tíman þeirra breyst sko og mennindi með að þú veist munið, ég veit ekki hvernig þetta var í ykkar skóla en ég man einhvern veginn að það var einhvern tími því ég var 10 ára eða eitthvað í grunnskóla og maður fór svona, krakkar, nú ætlaði að koma nú ætlaði að gera flöskuskeiti bara og tóku bara flöskur, settum ekki inn og neldum inn og því meiri flösku svo neldur hún í hafið því meira var bara, hann tók 10 flöskur þessi sko og þetta var bara að klappa baki í dag er bara ekki að kasta plast í hafið en taldu það, en þá fór ég fór til Marbella og ég sá rosalegan hlut ég sá hlut sem ég held að ég myndi aldrei sjá á ævi minni og það var ég sá drugbust What?
ég var sem sagt satt með hann reyðast á við 2-3 kaldir hann á stöndinni og jafnvel 2-3 Aperol Spritz og ég satt þetta bara með Aperol Spritz allt í henni heyri bara police helicopter og 2 gaurar á jetskis og þeir voru að ringsa lifið og elda og bara voru glæpaverðinir að reyna að komast á jetskis og þetta var GTA mission sko og þetta var alveg, þú veist, og löggan var út allt og það voru einhver bas á einhverjum fíknefnum sem ég kann ekki deila á sem var að koma, þú veist, á bara reka á fjöruna, reka á ströndina skilju og maður var bara með Aperol Spritz bara að horfa á þetta skilju, allir voru bara, maður var svona fyrir rólegur sko, þú veist, þessi gæja voru sko, ég held að sé alveg voru með Uzis ég sá ekki, sko, glæpmennir voru ég held að þú veist, þetta var eitthvað layer þetta er örugglega verið, ég kann ekki veit ekki hvað þeirra hlutverk var, örugglega bara að sækja þetta skilju, þetta hefur verið eitthvað hendi sjóin örugglega kvöldinu áður eða eitthvað skilju, en það var svolítið surrealist að setja þarna á ströndinni með bara eitthvað góðan drykk og horfa á þetta því að þú veist, þeir voru elda á bara í smá tíma sko, bara þetta var mjög stutt frá mér ég er að tala bara veit ekki, kannski 100 metrar frá mér heldur eitthvað leiðilt að vera á jetskinu ok, við bara gönnum í austur og þyrla bara, þetta áttu ekki séns sko, það var enginn að skjóta samt eins og í GTA sko í svona momentum finnst mér svo áhugavert að hugsa, þú veist 10 mínútum áður var lífið þeirra venjulegt eins og Jay-Z sagði it was all good just a week ago já, það er bara nákvæmlega hann og ég er svona point of no return augnablik í lífinu sem ég finnst mjög áhugavert en hvernig endaði þetta svo? Voru þeir handteknir? Ég sá það ekki sko, ég sá bara þú veist, þetta var einhvern veginn orðið það bara svona eins og bara horfa á ég veit ekki, einhverja gæsir einhverja túnni eitthvað, bara þú veist, það var bara og fylgjast með öndunum bara niður á tjött sko, og þú komin svona út momentin einhvern veginn já, ég á bara að byrja að tala um eitthvað annað sko veist, það var ekkert hver að voru að fá 11 ára dóm en það var eitthvað basi hann og síðan var eitthvað gæði sem með mér í ferðinni sem var eitthvað, ég veit ekki hvað hann sá þetta hann eitthvað, og hann með mynd af öllu magninu sem lögga var með, þannig að þú veist þetta var, og síðan var, þú veist, það var eitthvað svo techno, eitthvað Nicky Beach þvílít, eitthvað Ibiza type beach bar, það var eitthvað techno, það var eitthvað this is not Miami þannig að þetta var áhugavert en þetta var svona, já þú veist og ég sá bara hvað sem menn voru mikið bara að vinna einhverja vinnu sem að þessi jetara sko, maður er bara svona veist, þetta er bara eitthvað þegar að taka smá stretch fyrir þetta, það er svo það er en förum aftur í Westin Hotel 5-stjörnu hótelið með World Class Gyminu með World Class Gyminu veitingastað, omelettum cooked einhvern veginn on order í morgunverðinum það hljómar allt vel þú veist, kasínó í einum endanum nætukluburum í hinum snirtistofa minjagripabúð og allt svona en þarna komst ég að því að það eru boutique hótelin where is that koncepthótelin sem er kannski lítið þjónusta en herbyggi geðveikt og sturtan geðveikt og svona en það var góð vastrýsningur en það segir eitthvað tönd Króatía er reykt inni sumstaðar en þá sér mikið að mössuðum gaurum að reykja þarna sem ég finnst hlýlegt einhvern veginn, þú veist, ég hef séð gaura fá sér réttu mjög massa þegar þeir koma World Class, sjaldan svona 90s gaurar sem eru svona labba með töskun á bakinu og eru svona draga réttu úr pakkanu með munninu hér og ég hugsa, þetta er harða gaur og þarna var mikið að mössuðum gaurum að reykja inni og bara svona drakka kaffi og bara svona horfa út í lofti bara svona og þarna sem ég sá þetta fyrst í Moskvu, ég hef séð þetta í fleiri ausintjálsundum, mjög ljóti gaurar með mjög sætum konum að halda fast í þær og bara svona með þær alveg bara mjaðmyndnar ekki bara neitt mikið að hundum, svo bara lendi ég í ýmsum ævintýrum var þið miðsvæðis í Zagreb eða? Bara alveg í miðsvæðis sko og lendi ég miklum ævintýrum og drakk mikið gott vín og fór á Michelin-stað og alls konar stemning sko fyrir á flugvöllinn ætla að beðla hægri að því þar á check-in-borðið að sagt nefnir að beða til vinstri, það er tökur í gangi hérna og ég bara lít og held fyrst að þetta var svo lítið krú einhvern veginn að ég held að þetta væri einhver áhrifavaldar að djöflast eitthvað og svo kom fyrir hotnið í sé og þetta er aðeins stærra krú, þetta er svona eins og bara íslenska auglýsing hver að mættur? John Malkovich á flugvöllinum í Zagreb bara að leika og var bara að leika meðan ég var að bíða eftir check-in sko og gaman að sjá hann Ég ætla að spyrja ykkur stöðar hvort tækið þið á hóteli annarkvort eða gott wifi eða góðan þrýsting á vatninu
Sko, og þú veist, þá erum við að tala að hitta yrðaleg Wi-Fi, það yrði glatað eða þú veist, að yrðaleg auðvitað sturta en hún yrði glötuð. Ef við erum í Evrópu og takk ég þrýstingin á sturtunni út af 5G-inu bara? Já. Og ef við varum úti Ok, 5G er ekki gott, okay. Það er bara, þú veist, það verður bara með svolítið, þú veist, 5G er ekki gott. Ok, bara lélegt net. En léleg sturta? Ég tek lélega sturtu. Af því ég meina, ég þarf ekki það mikið ströym, sko. Ég þarf bara rétt að láta líðins að sér að pissi yfir mig og ári góður. Þetta er samtalið spurning. Ég er sammála, maður er alltaf krakkar í dag, alltaf í símanum sem maður gerir. En ég skal segja ykkur eitt, að Steindi Junior, þegar hann ferðast, hann notar ekki Wi-Fi, sérstaklega ekki á flugvöllum, sko. Og hann setur síma sinn ekki einu sinni í hleðslu á flugvöllunum sem hann segir að þannig komast þér inn í hann, sko. Hvað hefur hann að fela? Sko, það er aðalega bara það að hann er hræddur við allt sem er búið að segja honum að gæti gerst, sko. Hann er með eitthvað svona varnaðarorð við það og hann segir að þeir sko alveg komist inn í heimabankan og allt, sko, leið og hann situr hann í hleðslu ekstaðar á Gardermoen flugvöll í Oslo, sko. Já, ég googlaði hvaða sem að hótel þurfa að hafa til þess að vera 5-stjörnu hótel og þetta er bara listi. Já. Það eru þetta er borð, kalt borð, veist. Já, og þetta er bara svona checklisti, sko. Já, þetta er eitthvað 24/7 service, það er að það sé gym, að það sé þetta, að það sé eitthvað x opnatími og svona. Persónuleg gjöf til gesta, blóm í herberginu, fékkstu það? Já, það voru blóm í herberginu og persónuleg gjöf, ég fekk 2 kökur og eitthvað keks líka. Típist samt svona, eins og heimurinn er svona, verður betri en verri eitthvað en alltaf. Já. Það er típist að vera eitthvað uppfæran lista, það væri búið að taka úrslega næs hluti í burtu, það var eitthvað svona 70s var þetta bara the shit, sko, 60s. Já. Það sem ég fíla mest við svona þessi 5-stjörnu hótel og þennan lista sem þú tala og svo á sjónvarpinu voru svona auglýsingar, þú veist, Vestin er Marriott keðja og það voru svona eitthvað svona concept sem var eitthvað svona be a part of the Bon Boy Club, Marriott, og það er eitthvað svona kona sem er á Mykonos á hraðbát einhvern veginn og svo tekur hún jógaæfingu og brosir fallega framan í þjónin sinn og er að tala við nuttarann sinn og bara svona greinlega njóta ógeðslega mikið. Næsta auglýsing er eitthvað gaur dansari sem er að taka litla æfingu inn á hótelherberginu greinlega og þú veist, allar þessar svona farátt hugmyndir travel minna mig á auglýsingar frá Fríhöfninni, það sem var svona klift og það var svona maður einhvern veginn að tala við eitthvað gaur í Fríhöfninni sem vann þar, þú veist, ráftæki eða eitthvað, hann er að sína honum eitthvað gaurinn eitthvað svona, þú veist, eins og þetta sé það sem gerist í útlöndum, skilur við. Já, og þú svona andir að þér einhverju sjávarlofti og... Já, og líka sért bara svona eitthvað, já, ég talaði við mjög snjallan mann hann í Fríhöfninni sem gaf mér rosalega góð meðmæli með Philips sjónvarpstæki sem ég bjóst nú ekki við, ég ætlaði að köpa Sony eitthvað, þú veist, þetta er þú veist, heiminum var einfaldari þá, hierarkían var skýrari einhvern veginn. Og þetta er sko, normennu farnir að tala þetta, sko ég bara hef séð allavega rugla víðar, enshittening, hafið þið heyrt þetta orð? The enshittening? Enshittening, það sé verið svona, það er alltaf verið að gera lífið okkar flóknara og erfiðara og þú veist, eitt sem var áður, áður var, þú veist, ókeypis eða eitthvað, það núna orðið subscription. Já, 100%. Þú veist, og allt svona, það er einhverjir sem er að berjast gegnum sig þar þeir töluðum, það voru einhverjir hitamælar í Noregi sem voru einhvern veginn rafrænir og varst með eitthvað app og fyrirtæki fór á hausinn svo keypti einhver annar þessa hitamæla og fór að rukka 100 eurur á ári í áskriftagjald, eitthvað add-on fee. Þetta er kallað enshittening. Er ekki Rauða stjarnan í Zagreb? Jú. Nei, Belgrad. Dinamo Zagreb Belgrad er í Serbíu. Rauða stjarnan og Partizan eru í Belgrad. En strákar, við erum að fara að fagna núna. Við erum komið stór dagur. Nýja samstarfsaðila. Við erum komið nýjan samstarfsaðila. Styrktaraðila. Þetta er einn af þessum stóru. Stóru. Þetta er leikmaður sem er búin að vera stór í hlaðvarpsheiminum á Íslandi og við getum bara með stolti sagt að frá með deginum í dag erum við að fara að teygja fyrir klúbbinn. Það er bara svoleiðis. Það er teygja. Og við ætlum bara að kynna þetta leiksina, við erum bara mjög ánægðir með að hafa náða undir þetta plagg og
og við munum kokka eitthvað með þeim, einhverja snild með þeim framtíðinni. Ég og Danni, þau vænuð og dænuð okkur sko. Já. Og vorum á Kastrup og ég átt snitsel. Já, ég fór í salatið. Og fór í salatið og stóran skammt af frönskum sem gelu specialinn sko. Ó já. Það var næs stund og ég var svo fyndið að Dóri ég verði að segja söguna að við fórum heita Teygja og Dóri ég veit ekki, ég var ekki búin að segja hvað þetta væri nettlið hjá Teygja. Dóri hélt bara að við erum að fara að hitta bara einhvern gaur og það var svona komað inn og koma aðeins og snemma því að staðinu var ekki búin að opna og ég er búin að vara Dóra bæði við á dimmitýringa season, þannig að Dóri getur satt kannski eftir það, en Dóri lendi í að ég hef oft verið með þér þess að þú veist, bara snemma í okkar ferli, þess að þú varst hærra prófíl en ég og fólk svona var krakka voru að elda þig og þú varst alveg bara og segja eitthvað pappi þinn var með frændi minn eitthvað svona og síðan ég og ég set með Teygja fólkinu og það var alltaf sé Dóra að opna hurðina og hann var eitthvað vast með fæturnar Þetta var bara eins og í Dalalíf þú veist, ég var að spinna löpunum í glerurina og ég hékk hana bara, hún opnaðist ekki þessi hurð sem kemur Danni og opna fyrir mér og ég er ekki að tala við eitthvað fólk og ég ok, lokast aftur, kemst aftur ekki ok, stopp maður, eitthvað fólk þetta var alltaf Ragnar Kjartason ekki Rassi Prump sem var þetta var ótrúlega senur sko. Ég kem eitthvað blessa maður síðan fór ég og tók í spaðan á honum þú fórst inn, þá var ég læst úti og þetta voru fyrstu, svona byrjaði fundurinn en við náðum að handsala Þið náðum vopnum ykkar Við náðum vopnum okkar töluðum hlaðarpsleikin vítt og breytt fórum við þetta töluðum hvað þau vilja fá út úr þessu samstarfi sem tall order Nei, þau hann að við ætlum að kokka mikið með þeim Við ætlum að kokka með þessu lið Þetta er ótrúlega gaman Ég ætla að gefa ykkur bjór bara frá Í tilefni dagsins Já, sem að mér okkur vantaði bjór og við hefum alltaf engan penning í þessu hlaðvarpi þannig ég þurftum að fá bjór og þannig 2 öl segja mér ekki 2 öl 2 öl Já, 2 öl gaf okkur bjór og já, það rætur og vín á Íslandi og ég ætla að samkynnistaðalega vínir og ég ætla að gefa þér einn non-alcoholic og Dóri, þú var einn alkohóliskan 40 Days Organic Pilsner You don't rush a good Pilsner letting it ferment and mature slowly og allsberg strákandir kom með tíminn Addi Bomba og Bergi Crossfit Bergi Voltfit og Þetta er gaman, kaffi og bjór og já, ekki bara þess að ríða flipana á honum En ég skal segja ykkur eitt Hvað? Mér langar að heyra meira svona dimmitýringu Sko, þetta var bara ef það er dimmitýring, þá veistu að það er bara eitthvað senanir í bæ þar sem ég er að spretta undan bara svona 12 Marios eða 12 hafmegjum eða eitthvað Ég hleyp alltaf undan þessu liðin þannig að liðin alltaf ungliðin nær mér alltaf Sko, áhugaverðasta eða svona áhugaverðasta maður alltaf í efsta stíginu mjög áhugavert kvöld sem að við áttum saman Dóri í miðbæ Reykjavíkur einu sinni við tveir og Steindi minnir að þú hafur með aflita hár Ok, það hefur gerst og þetta er pík Steindi þarna er jammi kvöld og það var hægt að labba svona 2 metra þar til að bara rífi Steinda Já, og bara einsketsa hugmynd og líka bara vera að syngja lögin ekki Marín og frændaðin eða eitthvað alveg Það var að fara í miðbæinn með pík Steinda, það var áhugavert. Ég hef upplegað mikið af svona, þú veist, þegar við fórum á Joey tónleikana, þú veist, ég var búin að gleyma ég á alveg svona einhverja meistar sem, king, blessaður, en að fara með þér ákveð sem var bara hann ældinast í hann svo, sko. En næsta svona sem ég upplegað var að vera með Herberti Guðmunds í Marseille. Það var 2016 ótrúlegt að vera með honum og hann var til í allt á svona móti líka geti ég myndi að vera að þessu glaðir að sjá heppan sko. Nei, ég meina þú veist, ég var bara hérna fyrir utan að djöflast eitthvað og bara gaur ykkur bíl Dóriðina og ég bara skeit í mig skilur en það gerðist sko og þetta gleður nú alltaf þetta er sjaldnast einhver sem er ekki bara peppari sko. Það er ekki mikið að heitir sem labba upp að fólki sko. Ég tek eftir ég byrjaði með podcast, allar fyrir mig ég bara er ekki með TV ég er ekki á skríninu eins og þið sko er að
áður fyrir var þetta bara, þú veist, fólk segir, hey, king, eitthvað, og einn, núna þarf ég að, þú veist, taka spjalli bara eitthvað já, hörru, þið voru að ræða eftir potið, sko, eftir the podcast fame, sko, þá þeir svolítið mikið að spjalla við það, en það líka bara gaman. Geggjað, bara leikbreytir. Ég get alveg sagt að, ég hef verið í mörgum verkefnum og hérna, sem svona gang út á það, fólk horfi og hlusti. Það sjaldan sem ég fengi svona, það ótrúlega margir sem hafa lýst yfir ánægju sinni með þetta og við erum bara mjög þakklátir fyrir það. Já, en við rekur alltaf miðil og við erum með markastofu sem rekur samfélagsmiðil okkar, ég kem ekki nálega þessu. Og þar var komið að við ætlum svona plokkhóp og það voru komið kostningu það, við ætlum að fara plokk í sumar. Beth-plokkið, hafið þið plokkað? Nei. Þú er pottið plokkað. Þú kæri, shit, þú ert örgulega chief plokkari. Nei, ég sko þeir kallaði plokkfískinn. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem maður kynntist eftir að maður fór í framboð. Nei, þú varst með Álftanes plokkið alveg sem bara early 90s. Mér finnst ekkert fyndnara og nú er ég ekki að tala um þig í þessu, við tökum þig út í þessu en þegar maður sér, þú veist, eitthvað lið sem ekki bara er alveg, þú veist, er alveg humble en er inn í sinu bara innbyrðis að grilla humble, þú veist, fyrir fólkið og maður sér það að vera úti og maður sér til þess, ég veist, það kemur ekkert óvart, ég sagði bara Pétur Martins að skeita hennar Ingo, sko, bara núna, sko, bara með krökkunum bara og spreyja líka. Já, þú veist, það kemur ekki óvart, þú veist, ef Ari Edvald myndi vera með pop-up í Reykjavík Headshop, skilur, þú veist, hérna, það eru allir að leita að atkvæðum á svo funky, á svo röngum stöðum. En ég skil ekki. Þetta er eitthvað svona attention economy sem er í gangi, sko, og það er allir að reyna að vekja sér athygli og maður sér líka bara í körfunni, skilur, alltaf bara front row og það er bara, þú veist, það er bara eitthvað Mount Rushmore bara þvert að flokka, sko. Þetta er einhvern veginn er þetta, hérna, gengur þetta út á þetta. En ég þú veist, þú náttúrulega ert körfukall, skilur, körfukall, ok, kallakall, körfukall, þú veist, þú náttúrulega mætir á leikinn og enjoy the sport, skilur. Já, ég, kannski líður ágætlega í íþróttasölunum. Ég er að fara á leik í kvöld, sko. Já. Ég ætla að Valur F.A. Í handboltanum. Já. Sáðu þennan síðasta leik? Ég horfði á Stinni er búin að vera að hringi mig bara og ég verða að mæta út á honum. Er þetta á Hlíðarenda? Já. Þetta síðasta leikur í Kaplakrika var rosalega vítundi lokin. Já, var þetta ekki marka? What the fuck? Var Stinni ekki á mæknum með það? Stinni var á mæknum, fagmaður. En þetta er drullu spennandi núna og þetta er svona, hérna, this is why we love handbolti, sko. Já, það er líka svo gaman að það verða 8 leikir og það er bara allt undir. Það er geggja, sko, svona, það er alveg, ég veit alveg að þessir skjáir varsjáin í íþróttum hefur farið töðunar fólki og það er alveg þannig að það er svona sérstaklega eins og í fótboltanum leikur sem að hefur verið flæðandi, að þú tekur flæðið svolítið úr honum, en þetta er samt sjónvarp eins og þetta í handboltanum. Ég spilaði handbolta en hef ekkert eitthvað svaka vita á þessu, en maður hefur alveg skoðun, betur, er hann lentur, er hann ekki lentur, þú veist, það er mjög auðvelt að hafa skoðun á þessu, þú þarft ekki að vera einhver sérfræðingur, þetta er líka eins og í körfunni, þú veist, snertan boltan eða ekki. Já. Og þá bara eru dómarnar að skoða, fólk er heima og er að taka afstöðu. Þetta er mjög skemmtilegt, sko. Þetta er það sem Bertolt Brecht vildi að fólk myndi upplifa þegar að horfi á leikhús. Já. Hann sá hvernig fólk lifði sín í hnefaleikabarda og hugsaði þessa tilfinningu verður að skapa hjá áhrendarum í leikhúsi. Og tekst það gjarnan? Það er hið episka leikhús, sko, það eru margar að leiði til þess, sko, og hérna það að þú einhvern veginn standir fyrir utan en sért tilfinningarlega inn í, sko, og með afstöðu, sko. Eitt í þessu, þú veist, það voru 25 skengur hérna í Zagreb, sko. 26 stundum. Okay. Það var á tímabili þurfti ég bara að leggjast í garð og bara, þú veist, sofnaði eins og þurfti bara að drekka svona 4 pívó eftir það, bara alltaf að jafna mig en borgin fyrir vikið sem er ekkert svo falleg borg, hún iðaði af mannlífi og við keyrðum hann á árshátíð á einum tímapunkti og við erum að keyra fram hjá svona útkörfum og það eru bara, þú veist, unglingar að hanga hérna, krakkar í fótbolta hérna, bara, þú veist, gaurar að spila frekar bara svona, veist, alvanlegan bolta á einu velli, þú veist, einhver að reykja síkó hér, krakkar í frisbee, þú veist, bara, og allt í einu, þá fekk ég þetta samviskubit, þú veist, getur maður bóðið börnunum sínum upp á hann kuldaðina og að hafa ekki þetta og sérstaklega núna þegar það eru konar spjaldtölfur og samfélagsmiðlar og allt þetta þegar lífið hefur færst kannski úr raunveruleikanum svolítið yfir á þetta svið
kemur þetta ekki helmingi verð við íslensk börn Ég held þessi góða punktur. Ég veist líka bara á þessum árstíma mín upplifun og tilfinning er að yfir hásumarið og svona góðviðrisdagar á sumrinu á Íslandi er bara, það verður ekki betra en það. Það verður ekki betra. Það er bara ekki hægt að vera á betri stað. Eins og kom einhver hitabilg í maí í fyrra, bara, þetta var bara, það er ekkert sem að slæri þessu við. En svo koma þessir downpunktar á þessum árstíðum, svona frá kannski apríl og út í júní, það sem er ennþá svona, eins og við horfum hérna yfir grasi, það er svona gult og eitthvað, það er allt yða grænt út í Evrópu og annars þar í heiminum. Veit ekki hvað bara? Mér er svo, þegar maður er að lenda í útlöndum, það er svo stór munur bara á blæbrigðum náttúrunnar þegar kemur að litnum en aftur, þú veist, það er ákveðni punktar hérna á Íslandi þar sem þetta er bara hvergi betra að vera. Já, en það er svo sjaldan og það er bara, við verðum af svo miklu, sko, leikuðu ykkur mikið út í sem börn? Já, mjög. Og bara í fótbolta með krökkum og svona. Fótbolta allan. Og skuttla sér á friðinu í jörðu. Fótbolti, körbolti, allan daginn. Já, sko ég er náttúrulega alin upp í Mosfellsdal og það var 1,6 kilometri í næsta jafnaldra sem voru tíbrarnir einhverjum mínar og svona 3,5 í næsta eftir það. Þannig en ég lék mig mjög mikið úti og við hvað? Þú veist, hvað varst að gera? Ég var bara að þykjast skjóta eitthvað með byssu og einn? Já. Varst að skjóta bílana? Strákar, það er ástæðan fyrir því að ég hef svona frjótt ímyndunar. Því að ég var bara, þú veist, ef þið keyrið fram í húsinu mínu einhvern tímann á bylunum svona 1990 til 1996 þá líklega var ég með eitthvað svona byssu bak við stein í einhverju missioni, skilur svona og í einhverju djöflu, það var áðarna og alls konar svona, þú veist, og ég þakklátur í dag, þrátt fyrir að svona þegar ég var unglingur þá var ég bara eitthvað, hvað er þið búin að gera mér? Ég man þegar við kynntumst og þú varst alltaf að tala bara, ég er Mosfellsdal og ég bara eitthvað, ég hafði ekki hugmynd hvað Mosfellsdal var, ég hélt að væri eitthvað að þessum hverfum bara þú veist ég held að væri byggðunar já, ég held að eitthvað væri það séðan bara mannja okkar maður Egill Sigurðs skutlaði okkur á hondunni sem fórum líka með sem fara með spólinu og ríkisúða og ég bara já, ok, þú ert bara hér ég fór fyrst heimtíðin, skilur sveitadrengurinn og þetta er alveg, þú veist, þetta er alveg og þetta er það í dag, þú veist, ég var í mjög til eiga hús í Mosfellsdal, sko sá dabri og hræddi, það er ég en eigum við ekki tala blíðveri staða þá vil ég tala Two Guys og ég vil tala matarvagnin sem hann Hjalti býður upp á já. Hann er einn af þeim sem að ruddu brautina þar já, en veist hvað ruddu samt brautina þar? Hver er OG matarvagnin í Íslandi? Keppni milli ykkar hver er OG matarvagnin? Bærins bestu já, þú veist, ok, það sem ég er að hugsa samt Bitabíllinn Vöffluvagnin er kóngurinn og já, það er alveg rétt og það er svo rugglað að það hafi verið komin einhver hefð fyrir því í Íslandi að vera mölvaður frá 4 nótt bara með einhverja belgíska vöfflu með rjóma skilur með rjóma hvað versta blandan vaknaði daginn eftir farið inn á twoguys.is og sendi honum bara finnið e-maili og sendi bara fyrirspurn og Hjalti kemur með matavagnin í bara afmæli, brúðkaup, vinnustæði whatever og hann segir það sem Two Guys vagnin þar er hátíð já, sko, ég get sagt ykkur þetta ég er náttúrulega alveg upp á Álftanesi og hef sterkar tengingar út á Nes og þykir mjög vænt Álftanes Hjalti býr í Álftanesi og hann kemur reglulega inn í íbúgrúppuna á Nesinu og segir, ég ætla að fýra upp í vagninum heima hjá mér í Vesturtúninu og viðtökurnar eru rosalegar og það er yfirleitt bara svona á 50 mínútum er uppselt það er bara að gatan fyllist þetta er þetta þorpsbúa sitt þetta er það sem, þú veist þetta, þú veist, er Hjalti að vinna með Teija því að Teija er hriðið á svona sitt já, nákvæmlega þeir eru fyrir þetta community já, og þarna samennast þetta ég segi strákar í plokkopnum þú veist, all pottin örglega ætla að bjóða hverjum í retreat í smá svona bara treat við bjóðum okkar frá plokk já, en plokkópurinn og cheeseburger Hjalti er að þróa
betur en flesti borgaran. Já, sko, stóri Big Unk borgarinn, ég var að tala hann í gær, ég sagði stóri Unk, Dóri kom með stóri Unk sem er fyrst hann afsýðum, hann sagði Big Unk er frábært nafn. Hann spurði mig, ég var með eitthvað Dijonés og heilunum, ég er ekki alveg viss Þú ert að tala um þess að Dijonés í 4 þætti Þessi stefnumótuna þáttur. Fékkstu símtal eftir síðasta þátt sem var dude, hætt að tala um Dijonésið það var ógst afsakandi en síðan ég vil að við tökust á þetta skilur, og hann spurði, eru strákandir eitthvað þú veist, ég spjalla alveg mikið við Hjaltason on the low sko, þá er ég fyrir að sofa og hann spurði, eru þeir eitthvað mótfætti ég skal bara, ég þarf að tala við strákana skilur, hann var með við erum að fara að gera þetta sko og þetta verður sko við þurfum eiginlega bara að bjóða líka okkar styrtaraflum bara í borgara sko, það er bara hannig En er það eins og þarna, erum við með fyrirtæki sem að þetta er vissulega matavagn, hann er ekki fastur hérna út á nesi sko, en þarna er samfélagið og eitthvað fyrirtæki, kaupmaður á horninu getum við kallað það, þarna talar þetta saman, þessi tveir heimar. Er þetta undanhaldi? Þetta var alveg sjoppur við erum alveg búin að tala um sjoppur, kannski ekki þessu sem skil ekki, þetta var bara svona staple inn í hverfunum sko. Herri, strömlínu, lögun, markaðarins, þú veist, og líka bara allar sjoppurnar í kringur hringveginn, þú veist, en einn er búin að strömlínulega þetta perfectly einhvern veginn, en þú missir alltaf eitthvað svona fjölbreytni og þú missir, sko, sjoppan hefur mist ákveðið svona samfélagslegt gildi sitt og þetta. En að því sögðu, þá, sko, hugmyndur matöl, var ég búin að segja því sem þetta? Nei. Hugmyndur matöl er þessi að fjöldi rekstraraðila sem á ekki efnaði á einn veitingastað kemur sér saman eitt rými, deilir niður og deilir sameiginlegum kostnaði og þannig að í matöllum þegar það er svona byrjuð að poppa upp þá varst að fá rosa funky mat frá funky löndum og einhver sem bara svona þorði ekki að ríða á vaðið og svo voru þessi staðir konstantli að rífa sig upp einhvern veginn og opna svo stað og þú byrjaðir í matöldinni. Það var svolítið annað en á Íslandi, þetta var gert frá hlið leigusalans. Það var svo, ok, við getum innheimt fucking 15 leigur inni, skilur. Og það er út af því sem þær fara á hausinn og eru svolítið no man's land stundum líka því miður. Hins vegar, þá hefur þetta gerst í matarvagnabransanum á Íslandi og Reykjavík street food er alls konar fucking funky shit í gangi. Þú veist, einhverjar Arctic Pies frá Ástralíu og Mojita, kólumbíska gellan, þú veist, það er ógeðslega gott shit og svo bara, þú veist, fucking túkaðis og læti og einhvern veginn en sko, ekki sofa á matarvagnunum. Þeir eru merkilegir. En talandum mat og þá er alltaf te og kaffi, þú veist, þeir eru alltaf að sponsa okkur hérna. Okkar fólk. Meistararnir, meistararnir og meistarinnirnar hjá te og kaffi. Og þau bjóðu upp á, núna, þeir ætla að bjóða upp á afsláttarkóða. Þetta er flestir afsláttarkóða. BEF. Farið inn á teokaffi.is, pantið ykkur kaffi, skrifið í BEF. 90% afsláttur 20% af sko. Og við erum núna að drekka strákar í þættinum, við erum að drekka Uganda sem er bönir ljósristar og þetta er sem sagt þetta er hindber, súkkulaði og tóbak og þetta fæst einungis á te og kaffi og á síðunni þeirra sem er ný og skritið BEF kóðan þegar þið tjekkið út og 20% af. Finnst ykkur ekki gott kaffi? Já, og þetta er náttúrulega bara stöndugt og fallegt fyrirtæki. Þau voru með pop-up verslun í Jazzþorpi Garðabæjar. Þar hefur þú mætt eins og alvöru frambjóðandi og þú veist það var gaman að jazzi sem þú hefur ekki gaman að. Já, það er mjög gaman að því. Og Ómar Guðjóns var ég lærði undir hans handleiðslu í Garðalundi. Hann er MVP í þessu þorpi. Ég sé bara svo engan jazz hér. Platan að setja sko. Já, ok. Ég vandi bara, það var spurningi trivjál, hvað spurningi hans Eva? Nei, platanans, en já, hvað er ykkar svona uppáhalds te og kaffi? Garðatorg. Já, bara. Ég fór þetta á Garðatorg daginn og ég þekkti alla. Arna Gunnlaugs varni að Bjarki, var ekki hvor. Var ekki að tölum. Ég fíla það í Hamraborginni, af því að Hamraborgin er lifandi afl. Sko. Manstu hvað? Það er margt um að vera. Manstu hvað kaffihúsi hét áður en te og kaffi komað inn? Nei. Kaffi Dix. Okay. Með X-i, með þess að finnst þetta að lesa það sem Dix sko. Það veit ekki, ok, sorry. Já, það þýðir náttúrulega tippi Já, ég verð að segja mér finnst Kringlan, það er minnst það. Já, ég fór þangað með þér. Þú varst líka, þú fílaði því hana. Já, það var, ég bara, þú veist, mér finnst einhvern veginn
já, mér finnst te og kaffi bara, ég veit ekki, ég bara fyrir að gráta í hugsunum, mér er svo fallegt fyrirtæki sko. Já, ég meira þar Herðu, en BEF, te og kaffi.is þetta fyrst, þú veist að nú verða BFHF að stígu upp því að nú eru þeir að testa okkur sko. Hvað okkar þetta er ákall, þeir eru að sjá hversu kaffi elskandi orkudrykkja aðdáðundur okkar eru hérna og bara guys stíðin í the arena, drekki kaffi mæti á kaffihús, noti kóðan komið að ykkur. Mér langar að fara aðeins aftur í æskunni þegar Dóri talaði að þetta frjóa ímyndunafl hafi sprottið út frá þessari einveru og að vera í Mósesdalnum svolítið langt frá næstu jafnöldrum. Þannig, hvernig var þetta í Grafarvoginum? Varstu mikið... Var ekki barn í Grafarvoginum? Já, barn í Breiðholtinu. Varstu barn í Breiðholtinu? Og það fyndi að ég bjó í Dalseli 10 og Emil Hallfreðsson, fótboltamaður, hann bjó í hliðinum mér, þú veist, ákvæmt til að var svona 7 eitthvað og þú veist, það var enginn kannast við þetta úr Hafnarfirðinum, sko, en hann bjó hann hliðinum mér fyrsta árin, sko. Við vorum alltaf í bolta saman úti. Hann er auðvitað núna bara, hvað er þessi hver að tala mig maður? Nei, Emil... Akkur eru þið 2L í nafninu hans? Emil? Ég veit ekki, minnst að fyndi. En já, það var bara spilaði bolti, þú veist, Seljakverfi er geðveikt hverfi. Það er í alveg tala bara, þú veist, það er svo perfekt blanda af raðhúsum, blokkum og einbýlishúsum. Þú veist, einbýlishúsin er í jaðrinum, sem eru plön, sem er þess að, þú veist, það eru 5 raðhús, 4 blokkir, mynda svona og hérna það er plön og þar og hverju þannig er hérna og þar myndast kjör aðstæður þess að stinga manni já, og akkurat, og síðan mynda það ringa af plönum sem er 4 og bílastæða á milli og bara allir sáttir og bílastæða hús eða hérna kjallarar skilur undir öllu og þetta var bara þetta er geðveikt hverfi sko. Dóri, þú hefur verið mikið að pæla í skipulagsmálum mjög mikið og við sjáum hérna að það sem var gert einhvern veginn hér á áratugum áður virðist það að verið mannvænna sko, Efra-Breiðholtið er best skipulagða hverfi það er ótrúlega, bara fólk getur hort á börnin sín já, það er best skipulagða hverfi by far á höfuðborgarsvæðinu það eru inn í hverfinu eru göngu og hjólastígar sem leiða þig hvert sem þú þarft að fara þú þarft ekki að vera í kringum bílaumferð þú getur fylgst með börnunum eins og segi allstaðar, þú ert með þjónustu í báðum endum, þú ert með þjónustu í miðjunni, þetta er algjörlega fullkomlega skipulagt, meira eins og Efra-Breiðholtið segi ég og fyrir utan það, þú veist, þetta er kultúral pottur og ég man að fyrir mörgum árum síðan sagði Mikael Torfason, sko, að þú værir í Æsufellinu núna og sértu með albanska konu einhvern veginn að öskra á börnin sín út gluggan og eina pólska þarna og það er múslimimflindu og hann að segja Ísbjarnablús framtíðarinnar mun koma út Breiðholtinu hlusti á mig, þetta er eini fjölþjóðlegi staðurinn og núna þú veist, vilja margir meina að það sé kannski full mikið af þessu og náttúrulega við séum hann í Breiðholtsskóla við skulum ekki tala það, við skulum bara tala það sem er vel gert hér í þessum podcasti ég er alltaf, við löpum alltaf á æfingar þá löpum við alltaf á æfingunni Þú þorir ekki að við með leikni? Já, bara ég sko Þorir ekki við göttuna? Ég var sko, ég bjóð þannig að ég var sko jafn nálægt Seljaskóla, Ölduskóla og Fellaskóla og ég fór í Seljaskóla ég var sænar þar en taldum mann og Breiðholtsskóla Maggi Nója, sem eru stekkjónum sem er vitið eitthvað stekkin eða? Ég veit allt stekkin okay. Allan, við förum að senda, við fáum okkur sér Nójana bara í þáttir, þá ætlum ég að tala um bíluikunar frá Bílasölu Reykjavíkur og það er líka með minni tilbúin ég hringdi í hann í gær bara til þess að tala við hann um þetta og tala við hann um ykkur og það er eitt svakalegu kostur sem Magnús hefur þegar hann segir, hvernig ertu maður? Ég er góður, já, er það ekki? Já, er það ekki? Já, það er líkillinn, það er virk hlust. Já, þetta er svona bandarist sales-dæmi, sko. Og það er, bílvikunar frá Bílasölu Reykjavíkur er... Já, þarna erum við mögulega bara í draumabílu minn. Ég dreymir að eignast pick-up. Þetta er Ramax pick-up, sko. Þetta er Ramax pick-up. Ég spurði, áttu ekki pick-up, hann ykkur? Eitthvað Denali eða Ram, hann bara, hold my beer, sko. GMC Serra EV það þýr electric vehicle Denali Max Range nú þurfa sko, þessi bíl, að má halda þið fram að þessi grár en sumrundu jafnvel segja hann væri silver
Þannig, ef þú getur minkað stafina aðeins meira, þá verð ég í góðum stærra flöðu, stór, træknin 740 km. Fram og tilbaka nánast. Það er alvöru. Bandarískir bílframleiðendur föttuðu þetta ógeðslega snemma hvað þeir voru með stórt pláss fyrir batteri. Þannig að, þú veist, ég hef keyrt svona bandarískan rafmagns og setið í honum. Þú veist, þessi bílar, og sérstaklega út að keyra út á landi og svona, þú veist, þeir eru að taka fram úr. Boy. Þetta er bara út að taka stjörnus og þú getur ekki stjörnuskrá á þessum bíl fram hjá leikmönnum sko. En úkslega fyndið, þeir segja sko þau segja hiti í rafhlöðu, kæling í rafhlöðu. Í rafhlöðu? Já, þú vilt hita í rafhlöðunni af því að ef það er kalt eins og er alltaf í Íslandi þá getur ekki farið upp í svona hraðhleðslu sko. Þú getur velt aðeins rafhlöðunni og þá getur þú bara hoppa beint inn í góðar 120 kW. Ég er ekki að gríðast, þetta er eiginlega svona uppáhalds bílvikunar. Akkur veit ég þetta? Já. Af því ég hef átt 3 rafbíla? Ég bara veist að gegga. En þetta er svona bíl sem ég myndi vilja vera á. Sama hér. Ég var að safna upp í hann og deilibíl. Já, deilibíl. Já, við gætum bara átt timeshare í þessum bíl. Já. Og það er 360 myndavél, 360 nálgunar varar. Sko, dragnikvíðin er vikulegur þarna, þetta er svo mikil dragni. Ég elska líka þegar þú ert komin sko á pick-up sem hefur ákveðna ímyndum og sért, þú veist, hestamaður og verktaki einhvern veginn og svona, þú veist, það fylgir ákveðin pakki, skilur, hann er ákveðna týpur sem er á pick-up. Þegar hann er rafmagns, þá ertu alveg búin að scramble the signal, þú veist ekkert hvað þú stendur. Nei, það er algjörlega málið, sko. Ef ég væri frambjóðandi Reykjavík, ef ég væri Pétur Martinsson, hefði ég byrjað á því að kaupa mér eitt og láta sjá mig á honum í smá tíma. Ég verð samt að segja, djöfull er Pétur Martinsson fucking well dressed náungi. Nei, hann er bara, ég var að hugsa það sko, hann er bara, ég svona, þú veist, það er ekki oft sem ég sé Íslending svona well dressed sko. Mér finnst þér ég er ekki að tala bara eins og kostingabartu, bara yfir hugst. Hann er vel dressaður, hann er svo gleymið því hann er sko fótboltamaður og sko, það sem ég var samfélkingin, sko, ok, það verður ekki hlaupið að þessu, við skulum bara sleppa því að ræða, við skulum bara tala um kosningarnar í Reykjavík, þú veist, það er fucking vika í kosningar, þú veist, hlustendur eru vilja að heyra mig tala illa um þessar framtíðendur eða segja, ég skal bara segja, samfélkingin gerði ógeðslega stór mistök á að keyra ekki meira bara á myndum af Pétur Martinsson, berum á ofan. Ég er með þessum gauður í gufu, hann lítur vel út ber á hann er með góðan skrokk og hann er með svona fallega svona Jose Mourinho fótboltahúð, veitu hvað, sem er svona einhvern veginn svona alveg svona rauðsprengt af svona ungleg einhvern veginn svona og þá hefur þeir keyrt á þessu þá hefur þeir ekki mist svona mikið í skoðanakönnum allavega því að þetta er það sem fólk vill, það vill bara, er þessi gaur með skrokk í að vera borgarstjóri, það er öllum drullu saman hvort þetta með huga eða hjarta, það bara ertu með body í því það. Er ekki Einar Þorsteins ágætlega, er hann í góð skrokk líka? Bro, hann getur ekki, hann var bara ekki atvinnumæður í íþróttum, hann spilaði svona háká ekki? Eða hvað heitir hann að IK, ég held að hann spila með IK. Já, er það ekki bara einhverjum heimingjar? Hérna þú komin á Nei, þú veist, ok, strákar, ég veit ekki um íþróttin, er það ekki bara, þú veist, einhverjum gaurar sem fór í hann og einhverjum gaurar sem fór í lögguna? Það er ekki, það er ekki atvinnumennska. Það er ekki atvinnumennska, hann var ekki, þú veist, kallaði David Beckham, hann Social Pete. Í hvaða liðum var aftur Pétur Martins? Hann var í Svíþjóð, í Malmö. Já, hann var í Hammarby. En hann var eitthvað í Englandi líka, ekki? Já. Hann er káringur, eða? Sko, hann var í Englandi, en hann var middur svolítið stóran hluti af þessu og þaðan kemur þessi fræga saga, sko, sem hann er bara eitthvað Social Pete, sko, og Ísland er að taka æfingaleik við England og þeir eru allir bara Social Pete, er þú fótboltamaður? Sko hann svo var hann náttúrulega í þessum iconic 1-1 jafnteflisleika mútið Frökkum 1998. Hann var einn af 6 varnarmönnum sem að Guðjón Þórðarsson stilt upp í þeim leik. Það var magnað, en sé ekki framari upprunalega, allan að held að verið þar. Það var alltaf, sko, ég held að hann er úr Breiðholtinu og það tíðkaðist þarna á þessum árum að menn tóku strætó. Það var góða strætósamgangur inn í Safamýri og hann var þarna, var einn af þeim sem fóru úr Breiðholtinu í Fram. Þarna var verið að berjast unga leikmenn. Já.
á annan hátt. Lalli Greta sérna á Fjölni, hann var grimmur í að sækja menn úr Fjölni yfir í Fram sko. Svo var hann svo spilaði hann í Svíþjóð með Hammarby og sko, ég held að í hvet fólk sem að og ef það eru fjölskyldufólk sem er að velta fyrir sér hvert ef að fara í frí í sumar og ég er búin að tala um þetta aðeins áður en ég myndi fara til Svíþjóðar og sérstaklega ef það er íþrótt áhugi. Hvað meinarðu? Þú ert alltaf að tala um Flórida. Þú ert aldrei nefnt Svíþjóð. Ok, allavega. Svíþjóð er klárlega áfangastæða nummer 2, Gautaborg. En það er no-go zone. Ég veit hvað þeir segja það ég sko, herru, ég ætla að stoppa ég ætla sér að koma. Já, sko, og að fara á leik, við erum náttúrulega íþrótta fjölskylda og reynum alltaf að fara á leiki allstaðar og við erum Gautaborg, ég kerti Borós, fara á leik þar Skítableis fara á leiki á Hekken fara á leiki á Örgríti þannig að ég hef verið að fara í sænsku á vellina í Svíþjóð það er mikil upplifun og Svíjarnir, þeir eru ekki að grínast það kemur að fótboltanum sínum þeir eru passionate það eru blís hendin á völlum þegar liðinu gengur ekki nægilega vel. Þetta er í öllum landum sem framleiða vopn. Þýskaland, Svíþjóð, Króatía, þar er rosa passion. Ég held að þjóðverðin séu rólegri en Svíðarnir sko. Svo er náttúrulega Brøndby og FCK, það er alvöru rígur. Já. Talandi um þetta no-go zone, svo að tala um. Þetta var sko 60 minutes, þeir fóru að inn og hafa bara í Gautaborg. Í Gautaborg, þetta heitir hvað heitir þetta? Allavega, ég og Stinni fórum í þetta á þetta svæði þegar Þorsteinn var með að gera eitthvað pilot fyrir minn sirkusstöð sem heitir mitt hverju, fórum að heita Frændaserp sem heitir Mike Killa, rappari og hann fór með okkur í þetta no-go zone og ég var svo heimskur á þessum tíma að ég var bara alveg saman en sko bróður hans Þorsteinn sem býr í Svíþjóð, hann var mjög stressaður fyrir þetta mission og en við fórum hann inn og voru bara eins og heimski 20 ára gaur á Íslandi og við endum bara með að spila bortinu sem ykkur palestinumenn í ykkur félagsmyndu sko, það var allir bara tóku mjög vel sko. Það er bara samanbúin ég fór átt á no-go-zone en þetta var blásið upp þessi no-go-zone voru bara eitthvað, ég vinn hana eitthvað svona, þú veist, þetta var algjört bull sko. Gautaborg er bara paradís í mínum augum Stokkólm fyrir mér er geggjuð sko. En og hvert fólk til að fara þetta er gott að sérstaklega svona börn yngri en 5 ára, það er alltaf ákveðið svona erfiðleikastig að ferðast með svona ung börn, það er svona allavega eins og í Bandaríkjunum þegar við erum þar, þetta tíðkast ekki að séu svona leikvellir í hverfum, veitu hvað ég meina? Það er svo erfitt að finna þetta allt, þetta er svo mikið af svona gated communities í Bandaríkjunum, en Svíinn hann er mjög samfélagslega þengjandi og það er hugsað svona einhvern veginn fjölskylduna sem einingu, sem er mjög gott. En talandum fjölskylduna sem einingu, eigum við að salta eitthvað? Já, söltum eitthvað. Saltverk, besta salt í heiminum. Frá degi 1. Sko, en frá fyrsta degi á mann. Eruð með saltuna? Sko, ég vil eiginlega salta eitt, sko. Ég vil salta þegar að fólk sér einhvern með börn og hann segir, hvað er hann gamall? Þeir ekki, skemmtilegur aldur. Þú veist, það skiptir ekki máli. Þú ert alltaf með einhverjum mikrosöltun. Þú mátt taka makro. Hann er með fínsöltun. Málega, sko, er að þú veist, ég vil salta þetta, þú veist, að þú veist, ég ætla að byrja að segja bara, hei, hvað er maður en gamall? Hann er 52. Skemmtilegur, virkilega skemmtilegur aldur, sko. Og bara þú veist, því að það skiptir ekki máli þú segir, hann er 4 mánaða, svo skemmtilegur aldur, mann, 7 ára, svo skemmtilegur aldur. Já, en þegar fólk segir 19 mánaða, já, það er tryggs í aldur, sko. En eitt sem ég langar að koma að þegar við erum að salta, það er hvað söltunin að stanna var góð í síðustu viku. Ég veit ekki hvort að fólk svona átti sig á gæðum hennar, því að það er fátt sem hefur talað jafn mikið inn í hjarta mitt og sú söltun. Þegar fólk er að velja sér lög á Instagram, Reels eða Story sem eru on the nose. Ég sjálfur gert, ég sagði alveg að segja ég finnst þetta er frábært eins og ég, þeir eru mikrosalt já, og það er bara þess að vildi ég endurtaka þetta en eða þú veist, eða markastofan sem sérum Instagram hjá okkur hún 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 setti er stemmingur í plokkhóp
og þá setti stofan undir með Redman, pick it up ok, pick it up það vel valið sko. það er alveg En ég veit að Dóri hann er með eina hérna ég ætla að taka eina alvöru Boy saltun. af því þeir eru catching me on my traveling face skilur, núna er ég on my traveling tip, nú er ég þar ég ætla að fara að salta þessi fucking eilífi morgunflug frá þessu landi ég alveg tala, getum við ekki fengið ykkur alvöru flugvallatíma hérna ég var að fljúga daginn, flug klukkan 6 með ítalska flugfélaginu Neos það þýðir það að vakna 2 heima á mér í Skerjafirðinum það þýðir ég er búin að sofa í 2 tíma það þýðir að ég er bara óábyrgur gjörða minna einhvern veginn hérna til ég komin í Leifsstöð þarf að leggja mér náttúrulega ég komin á Westin hótelið vakna í fílu skilur þetta er bara þetta tekur 1,5 daga fríinu instantly og segja ykkur eitt Vladimir Ashkenazi sem flutti hérna 1970 eitthvað og fekk íslenska ríkisborgarrétt og var gríðalegur píanóleikari hérna og þótti mikil upphefði í því að fá hann og spila út alla Evrópu. Þjóðargersemi. Hann flytur frá Ísland út af þessu. Hann segist ekki nenna að vakna hánótt til þess að fljúga ykkur, hann vil bara vakna að eðlunum tíma. Hann flytur frá Íslandi, við mistum hann út af þessu. Sko, eru þið tilbúinir að borga 1,5 sinnum verðið ef að flugið á skikkanum tíma? Ég kann ekki við svona erfiða spurningar ég kann ekki við svona erfiða spurningar af því að líka þegar maður er að panta sér ferðalag þá er maður tilbúin að gefa svo mikið afslátt þegar maður er komin í svo mikið gýr og það er svo langt líka í þetta oft sko að maður er þetta verður allt í lagi til að forðast aðalumræðumnið sem eru kosningar tölum við þar ég ætla bara að segja ykkur aðeins hvernig mér líður af því ég vil segja ykkur á þess að vera galgópi ég vil það Miðflokkurinn var í stöðu núna eftir jól til þess að gera eitthvað svakalegt hérna í borginni hefði þeir fundið réttan aðila í fyrsta sæti eitthvað með munnin fyrir neðan nefið eitthvað sem svona hefði kannski hjólað í svolítið svona þeirra mál sem virðast fór hljómgrunn hérna þeir hefði getað fengið 22% atkvæði í Reykjavík 18%. Að því leyti þá finnst mér rosalega ruglað að Miðflokkurinn sé að tala einhver börn til dæmis og það ger engin neitt fyrir þau með þessari hönd en með þessari hönd eru þau að hjóla í umræðum transbörn í skólum og það sé til transbörn yfir höfuð 90% af transbörnum eru einhverf skilur, þú getur ekki sagst vilja gera eitthvað fyrir þau hérna og verið svo að sláðu með flötun lóa með þessari hérna skilur, þetta er viðbraf við einhverju því miður og þetta hef ég bara frá transtemi Landspítalan skilur, hann að ég svona fólk hætti svolítið að taka það alvarlega hvað var að Sjálfstæðisflokkin sem er að mælast í ógeðslega sterkur núna ég er ekki eins og það reyður út af ég er bara átt persónuleg samtöl við Hildi Björnsdóttur hún skilur borgarlínuna mjög vel, hún vil ekki gera neitt afslátt hún er búin að mæta ykkur svona gagnrýnisröddum með að segja ætlum að endurskoða Suðurlandsbrautina þau eru að fara að raða ykkur blómapottum upp á nýtt sko. það er enginn að fara að hjóla í það ég bara veit eftir samtal við hana að hún væri að bregðast sjálfur sér ef hún myndi gera það, þannig að ég er svona fæn með það Framsóknarflokkurinn er einhvern veginn hann er stundum inni, stundum ekki og ég held að bara Einar er fucking nice guy og það er ekkert verra að vera hana Viðreisn er að lenda í lykilstöðu segist til að taka þátt í ykkur nýju en vill halda á hann með samgöngusáttmálan þú veist þið gætu meira þess að fengi sko borgarstjórann út af þessu Björg Magnúsdóttir, jafnaldra okkar gætu verið borgarstjóri það væri stórt fyrir 85 árganginn fyrir 85 væri það stórt það væri eitthvað svona blessun en það sem er merkilegast náttúrulega er á meðan við erum að upplifa tíma þar sem svona mér finnst svona hægri mennskan og survival of the fittest svona gamla góða ræðan einhvern veginn þá er major vinstirsveifla í Reykjavík sósíalistar mælast inni vinstrið með 14-15% þetta er stórmerkilegt og ennfremur held ég að þetta sé að þessar kosningar séu náttúrulega líka keppni í hver niðurlæði sem minnst og þarna hafa vinstrið með bara niðurlægt sem minna fyrir þessar kosningar hafa ekki verið eins og geltir á TikTok eða eitthvað svona og ég held að þeir munu græða á því Heldur það sé búið?
Nei, ég held að fólk muni sko, þú veist, ég held að miðflokkurinn ég held bara, það sé fræðilegt að bara eitthvað frambjóðandi miðflokkur sem verið komin á OnlyFans bara í næstu viku, bara til að reyna að halda áfram niðurlægingunni, bara þú veist, að taka við greiðslu til þess að niðurlæga sig sko. Ég held að fólk sé það geti núna. Ég svo vitlaus í þessu, ég var að skoða eitthvað greinum, eitthvað var að greina stöðuna og það sá ég eitthvað vinstrið númer 3 og ég bara, er þetta átti að vera viðreist, ég vissi ekki svona að væri flokkur sem hétu vinstrið fyrir henni gærkvöldi sko. Það er verið fínt að fá sósíaldemókratinn líka inn í hann og taka eina breiðfylkingu hérna en allavega, það er eitt sem við glemdum líka að segja þessi menn, Rúnar Freyr sem er í framboði hjá Sjálfstæðisflokknum Pétur Marteinsson sem er hjá Samfylkingunni og Gísli Marteinn komist þessi menn í snertingu við geislavirka efni þannig í Breiðholtinu þeir eru unglingar, þeir eru allir mjög unglegir sko. Þeir eru allir ógeislega unglegir og það er eins og þeir hafi gert samning við Satan eða komist í tæri við einhver sterk efni, einhvern úrgang eða eitthvað, því að þeir eldast öðruvísi. Gísli Marteinn er hættur að eldast. Hann byrjar að yngja, það er komið Benjamin Button dæmi. Ég sá bara að vera að skeita bara... Þú ert alltaf að segja að sé alltaf að skeita En ég vildi ég var bara að fara við stöðuna fyrir þá sem nenni ekki að gera það og ætla að mæta köllunum. Og svo það sé sagt og þá vil ég halda mig fyrir utan þetta því að ég er sjálfur í framboði. Já, þú vilt ekki, hann er í framboði og getur þess að ekki talað stjórnmál eða stefnumál. Já, algjörlega, ég er bara svona einhvern veginn. En hann er tilbúin að skeita fyrir ykkur. Já, en vitið samt hvað ég meina. Þetta er svona, þú ert þarna að fara yfir sviðið og ég hef lítinn áhuga að hjóla í mannin, sko. Ég var bara að tala um málumnin. Já. Og ég er bara líka að tala um hvernig þú stillir upp í kosningar. Þú veist, ég sagði við ykkur, ímyndaður hefði miðflokkurinn sett einhvern veginn svo bara tóta í einn pælingana. Bara gaur sem lætur rekstur borgarinnar fara ógísli töðunar á sér, þekkir tölur og svona. Þú veist, hann hefði getað, þú veist, og ég er ekki eins að segja hans í miðflokksmaður, skilur, en hann hefði getað, þú veist, gert rosalega usla. Eða bara svona, þú veist, einhver með skýran talanda einhvern veginn, ekki bara eitthvað þú veist, ég held að fólk sé nenni þess ekkert sko. En talandum málefni sem þú vilt tala um ég vildi tala um það er eitt sem ég vildi tala um eins og þetta, bara í svona 1,5 mínútu. Þú hefur akkord 1,5 mínútu, það er 60 Manchester United. Já. Sorry, ég vilja tala um Manchester United og ég er ekkert eitthvað svona gaur sem myndi mæti vinna. Hvað er að því? Að spila með blindanina maður, ég veit ekki um Manchester United. Getur þú komið með bara Carrick in, Carrick out? Sko, fyrst að Carrick kemur og ertu inn í þessu Dóri? Ekki neitt sko. Ok, Manchester United er liðið okkar danna og það verður að gefa rautt spjald þegar Carrick kemur fyrst og bara svo ég útskýri fyrir fólki, það er portugalskur þjálfari sem heitir Rúben Amorim sem er að stýra liðinu ótrúlega góður í viðtölum og kom vel fyrir hann einhvern veginn þú tekur mig svo þetta var komið þú varst alltaf eins og í MC-batli þegar Görger og svona hann er skrifað rýmur hann var komin í eitthvað öngstræti með þetta. Carrick kemur og gefur United stuðningsmönnum von og hann breytti einhvern veginn taktinum í öllu. Það gekk vel og ég hef verið honum eilíflega þakkláttur fyrir það, en það er samt komin stefna þegar ég held að taktík í fótbolta endurspegli oft tíðaranda í stjórnun og stjórnmálum í heiminum. Að sko núna er þetta mjög mikið svona drifið í fótbolta á gildum og hugmyndafræði og þetta búið að vera mjög praktískt og svona í praxís nú finnst mér eins og sé vera að koma meiri átökum hugmyndafræði inn í umræðana í heiminum og núna snýst rosalega mikið í fótboltaðum ætlar að vera pressulið, spila maður og mann pressu og stíga upp á liðin eða ætlar að vera alltaf einhvern veginn að sníða stakka eftir vexti þegar kemur að styrklingum andstæðingsins, að reyna svona að stoppa það sem andstæðingurinn er sterkur í og Carrick er í seinni flokknum. Hann er knattspyrnustjóri eða þjálfari sem að reynir að haga sínu liði eftir andstæðingnum en er ekki með þessa hugmyndafræði sem að margir hafa. Og það er bara spurning hvort viltu. Ég er Carrick inn. Ég er Carrick inn. Ertu Carrick inn?
Já, dömur hörra þið voru að hlusta á podcastið Betri en flestir þar sem rættur hugmyndafræði þjálfara í ensku úrvalsdeildinni og hvort að þeir ætla að stíga upp á liðin eða sýta tilbaka. Ertu ekki þarna? Strákar, ég horfði á Val 2, Fylki 2 í gær. Það var gaman. Ef þetta hefði verið væradri þá hefði verið Slim Charles bara I ain't cut out to be no CEO Herru, ef ekki segja þetta gott við erum búið te og kaffi, saltverk við erum búið bíl Það uppselt en eða eitthvað svona vorum að setja meira með í sölu þá Yasin Bey á laugardaginn í Gamla Bíó Old Man Dory að rappa Það er svoleiðis Mos Def, Mighty Mos Def ég ætla að segja te og kaffi, saltverk við erum með bílasölu Reykjavík við erum með Teja við erum að glemja einhverjum minna Við erum með te og kaffi, saltverk, Two Guys, bílasala Reykjavíkur, allir vinnir, allir sáttir, sólinskín í dag. Stóri öng og síðan gáðu þeir okkur 3 bjóra hérna hjá Allsber. Búm. Takk fyrir. Og það ýmsir viðburðir í Garðabænum hjá mér.